Við erum með Amundu Mist sem ætlar að veita Leikjaskóla Þórs í sumar forstöðu. Amanda, þetta annað skiptið, eða annað ár í röð sem þú tekur þetta verkefni að þér. Hvernig leggst þetta í þig? Þetta leggst bara mjög vel í mig. Síðasta sumar heppnaðist mjög vel og var mjög skemmtilegt, þannig að ég bara mjög spennt fyrir komandi sumri. Sem meira af þessu sumri eða þessu fyrirkomulagi íþrótta- og leikjaskóla Þórs. Þetta ekki geymsla fyrir börn, þetta annað og meira. Nei, algjörlega eins og þú segir, við erum ekkert með neina geymslu hérna fyrir krakkana, við erum alveg með alvöru dagskrá fyrir þessi börn og hér koma þau og hér þetta bara eins og út í skólanum, það eru reglur og hérna stíf dagskrá allan daginn, þannig að það verður mikið fjör í sumar. Nefndu mig dæmi, hvað þið gerið í sumar? Við bjóðum meðal annars upp á að fara í sund, við förum í fjöruferðir, við förum á leikvelli í bænum, við förum í kjarnaskó, ætlum að fara upp á hamra og ísferðir og íþróttamót og svo eitthvað sem nefnt. Þannig að það fyrir krakkana sjálfa til mikils að hlakka og gott fyrir foreldra að vita að það fá eitthvað töluvert fyrir penningin. Já, algjörlega, og eins og ég segi, við leggjum mikið upp úr því að vera með fjölbreytta dagskrá, þannig að eitthvað sé haft fyrir börnin hérna allan daginn, þannig að það verður bara gaman. Segðu mér, Amanda, hvernig veit fólk eða getur það nálgast einhvers staðar dagskrá fyrir námskeið, eða þetta eitthvað sem að bara fólki fréttar á morgni í dag, hvað á að gera í dag? Já, við höldum út í Facebook síðu fyrir Íþrótta- og tómstundaskóla Þórs, þar sem að við ætlum að vera mjög duglega að posta inn öllum upplýsingum og myndum og fleira af börnunum, og þar hægt að nálgast dagskrá og hún kom inn í gærkvöldi inn á Facebook síðuna, þannig að þar getur fólk fylgst með, en einnig hafa verið sendir tölvupostar á foreldra líka með dagskránu og svoleiðis, þannig að það ættu allir að geta séð hvað framundan hjá okkur. Þannig að foreldrar geta farið bara reglulega inn á Facebook síðan og séð dagskrá vikunar svona og næstu viku, en hvenær birtist svo ný dagskrá, þar að segja, það bara rétt fyrir næsta námskeið? Já, eins og ég segi, við erum búin að setja upp dagskrá fyrir námskeið 1, en síðan fyrir næstu námskeið svo 2, 3, 4 og 5 þá birtist alltaf dagskráin á föstudegi fyrir næsta námskeið, þannig að þá getur fólk haft svona nokkra daga til þess að undirbúa börnin. Hvernig ganga skráningar? Það ganga bara vonum framar, það alveg búið að skrá á öll 5 námskeiðin okkar í sumar, þannig að þetta bara lítur mjög vel út. Þetta kannski selur sig bara sjálft, því orðsporið orðið gott, þið hafið byggt þetta svo vel upp. Já, ég vona það allan, og við höfum reynt eftir okkar bestu getu að gera þennan skóla skiplaðan og flottan, þannig að það bara vonandi, já. Amanda, nú ert þú menntuð í einhverjum kennslufræðum sem ég kann ekki alveg skilja á, en þú sem menntuð kona í þessu, þú getur alveg mælt með því að foreldrar sendi börnin sín á þetta námskeið hjá okkur. Já, heldur betur, og ég held að sé bara mikilvægt fyrir börnin að fá að koma í öðruvísu umhverfi og hitta fjölbreytt og mismunandi börn sem það hafi ekki hitt áður, og það sem flott og fjölbreytt dagskrá og bara gaman fyrir þau að prófa eitthvað nýtt og fá að fara í strætóferðir í kringum bæinn og prófa eitthvað nýtt. Ég held að það sé mjög mikilvægt og þroskandi fyrir börnin. Og svo kannski líka, ég man eftir að hafa séð það í fyrrasumari þegar það fóru heimsótt slökkvilið til dæmis, það var vinsælt. Já, það var mjög vinsælt, og eins og ég segi, við reynum alltaf að gera eitthvað svona nýtt og fjölbreytt, þannig að það verður aldrei að vita hvað við gerum í sumar og bjóðum upp á. Ef ég ætla að skrá barnið mitt eða barnabarnið á námskeið, hvernig fer ég að því? Hvernig skrá ég barnið mitt á námskeið? Við erum með skráningaforrit sem heitir Nóri, og það hægt að fara bara inn á þósport.is eða Facebook síðun okkar, og þar hægt að íta á linkin inn á Nóri, og þar eru alla leiðbeiningar og upplýsingar það hvernig þú skráir barnið þitt. Mjög þægilegt og gott forrit sem að allir ætti að koma sér í gegnum. Amanda, mér minnir ég að við sé það að þið séu að bjóða upp á gæslu fyrir á morgnana áður en morgun námskeiði byrjar og svo í hádegi, hvernig virkar það?
Þetta virkar sérst þannig að við erum með tvískipt námskeið, tvískiptu dagurinn, það er fyrir hádegi sem er korter í 9 til korter í 12 en einnig bjóðum við upp á gæslu frá korter í 8 til korter í 9 og svo er líka gæsla eftir hádegi frá korter í 12 til korter yfir 12 ef að foreldrar vilja setja börnin sín í það og svo byrjar námskeið eftir hádegi korter í 1 og þetta er korter yfir 4. Er það vinsælt að nota þetta úrræði þessa gæslu? Já, það er rosa vinsælt á morgnana hjá okkur. Það er ekki eins vinsælt eftir hádegi þar sem augljóslega margir búnir í vinnu klukkan 4 en þeir sem eru hjá okkur allan daginn, þar eru mjög margir hverjir að mæta 8 til okkar og síðan í hádeginu einmitt ef að börn er að mæta fyrir að seinna bara gott ef að foreldrarnir er að vinna að þau geti komið þá. Það má það hafa komið glamp í augun og ertu spennt fyrir sumrinu? Já, ég er alveg full tilhlökkunar og spennt fyrir þessu komandi sumri. Þannig að við eigum þessu bara skemmtilegt og krakkarnir og foreldrarnir sem senda börnin auga í vændum skemmtilegt sumar. Já, alveg klárlega. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.